Blómabúð Akureyrar í miðbæ Akureyrar og Akur í verslunarmiðstöðinni Kaupangi eru rótgrónar blómabúðir á Akureyri. Hjónin Gunnhildur Halldórsdóttir og Hafþór Jörundsson hafa árabil rekið þessar búðir, en hvers vegna ákváðu þau að hella sér út í slíkan rekstur? Það var nú eiginlega bara tilviljun að við gerðum það. Gerðum það með vinkonu minni sem að langaði líka á þessum tíma að kaupa blómabúð. Og við vorum svona spáspeglar í þessu og endaði svo með því að við keyptum hana bara saman. Og hún er búin að vera með mér í þessu síðustu árin og hætti bara í fyrra. Þannig að núna erum við bara ein á báti í þessu rekstri. En árin eru, það er komin rúmlega áratugur. Já, þau urðu 13 í gær og bara ansi stolt af því. En þetta er nokkuð sérhæf starfsemi að reka blómaverslun? Það er það. Hún er eiginlega mjög sérhæf. Algjörlega. Blóm, þetta er ferskvara? Já. Það er mikil vinna í kringum blómin. Meira held ég heldur en fólk gera sér grein fyrir almennt, sko. Og já, mikið að vera oft þegar verið að taka upp mikið af blómum. Blóm eru viðkvæm, þau þola ekki mikið hitabreytingar og svo framvegis. Já, og kannski sérstaklega rósirnar, þær eru svona erfiðastar í þessu. Og þurfa að vera eins og bara ef fólk er að kaupa blóm og er að fara með heim til sín, þá er það fyrsta sem þarf að hugsa að blómavasin sé hreinn. Það er atriði númer 1 og svo þarf að gefa blóminu smá næringu. Og svo er gott að láta blómin ekki vera við glugga sem skín sól, en samt þurfa blómin að hafa birtu og svo má loftið ekki vera þurrt. Næringu, segirðu það, er það móli? Já, sumir segja að það sé mjög gott, setja eitt sykurmóla með, en við erum með blómanæringu sem fylgir með rósunum og æskilegt að fólk noti það með. Blómaframleiðsla á Íslandi, hún hefur aukist verulega á undanförnum árum, eða ekki? Hún er allavega þannig að hún annar eftirspurn svona á ársbasis, nema rétt svona fyrir konudaginn, hennan stærsta blómasöludag ársins. Þá fáum við smá aðstoð erlendis frá með rósirnar, en annars er mjög góð ræktun á Íslandi. Já, það er þannig að bara öll blóm sem að seld eru, þau eru innlend. Flest öll. Og er helst svona þetta græna sem er flutt inn, en annars er hægt að fá mestum allt íslenskt. Er norðlensk framleiðsla, er hún til? Já, það er státum af einum garðyrkjubónda norðanlands og það er á stærra stöðum og þar er rósaræktun í gangi. Tökum mikið af rósum frá henni. Hvernig flytjið þið blómin hingað til Akureyrar? Er það þá flugið eða hvað? Allt sem kemur að sunnan kemur með flugi, en svo fáum við bara með bílum það sem kemur úr Skagafirðinum. Hvað með viðskiptin? Þau eru væntanlega mjög árstíðabundin og konudagurinn er stærstur eins og þú segir. Já, hann er það. Í blómunum og en svo er þetta, það er að rúlla svona eins og núna fyrir að styttast í fermingarnar og það er alltaf einhver blóm í kringum það. Og eins og í kringum útskriftirnar sem koma fljótlega eftir. Og svo tekur sumarið við og þá eru það brúðkaupin og afmælin og svoleiðis. Og svo svona minnkar þetta aðeins yfir haustið, en þá gerum við svona haustkransa og svoleiðis. Og svo byrjar bara undirbúningur jólanna fljótlega þar á eftir. Hvaða tegund af blómum selst helst svona yfir árið? Það er nú rósi, núna held ég alltaf vinsalust, sko. En túlípanarnir eru búin að vera mjög vinsalir núna undanfarið og fyrir jólin þá held ég að séu túlípanar bara næstu í hverju heimili. Eru tískusveiflur í þessu? Það eru örlitla tískusveiflur, já. Ég myndi segja það. Túlípanarnir væru svona inn núna. En hvað með brúðavendi og kransa í tengslum við útfærið? Já, það er kannski ekki eins mikla tískusveiflur í því. Það er svona frekar hefðbundið í kringum útfærirnar. En svo koma svona meiri tískusveiflur í kringum brúðkaupin.
og búið að vera núna undanfarin ár svona frekar nettir vendir í brúðkaupunum. Gunnhildur segir að konur rati frekar inn í blómabúðirnar en karlar og það er bindandi að reka blómabúð. Það þekkja þau Gunnhildur og Hafþór mæta vel. Þetta er mjög bindandi vinna og unnið alla daga vikunnar og maður þarf alltaf að vera reiðubúinn að hoppa upp í bíl með sendingar og eða jafnvel út á flugvöll með blóm á Vopnafjörð eða hvert sem er. En þetta er mjög skemmtilegt og fjölbreytt starf og maður veit aldrei hvað dagurinn ber í skauti sér, sko. Þannig að þið þurfið oft að fara með blómasendingar í heimahús og út á flugvöll og svo framvegis? Já, við gerum það mjög gjarna. Það líður varla sá dagur að maður skreppi ekki með eina sendingu eða svo og stundum margar. Þannig að þú veist alltaf hverju þig afmæli? Ég veit ansi margt afmæli og svoleiðis, já. Það er okkar, já. Uppáhaldsblómið þín? Það eru gerberur, þær eru mjög fallegar. Bros alltaf við manni, þannig að maður er alltaf svo glaður þegar maður sér þær. Svo eru túlípanarnar í svolítið uppáhaldi líka. Er þetta skemmtileg vinna og gefandi? Þetta er mjög skemmtileg vinna, já, og gefandi. Það getur verið mjög erfið stundum þegar ungt fólk er að falla frá og svona, þá verðum við einhvern veginn innviðar í það og maður tekur það stundum mjög nærri sér. En svo getur það verið skemmtilegt þegar maður er að aðstoða brúðhjón við að gera daginn skemmtilega.